Reykjavíkurmótið í fótbolta. Fjölnir 0, ÍR 0, hálfleikur í Egilshöllinni. Ég skal bara segja ykkur það. Það var einnig markalaust í hálfleik í fyrri leik kvöldsins þegar KR-ingar mættu Frömmurum. Þá komu 5 mörk í seinni hálfleik og við vonumst eftir 5 mörkum núna í seinni hálfleik. Það er bara þannig. Fjölnismenn Gunnar Már Guðmundsson, hann ætlar að gera tvöfalda skiptingu á sínu liði. Hann er hérna að taka þjálfarapróf, það er verið að testa hann. Þannig að hann stýrir Fjölnismönnum í kvöld og Ágúst Gylfason víkur til hliðar. Og hérna eru þeir að koma inn á þeir Arnór Daði Gunnarsson og Eggert Þór Steinþórsson sem eru hérna að mæta til leiks í liði Fjölnis. Sýnist fljóttalitið að ÍR-ingar ætla ekki að gera breytingu á sínu liði. Þeir séu bara með sama lið og spilaði þennan fyrri hálfleik. Við vonumst þetta meira fjöri, vonumst þetta betri fótbolta líka. Ég ætla bara að fara fram á það, ég er kröfuharður. Gunnar Sverrir Gunnarsson að gera sig kláran. Jafnræði með liðunum framan af, en svo fyrir Fjölnismenn að verða betri. Já, ÍR-ingar eru líka með tvöfalda breytingu hjá sér, viðstöra, eina breytingu. Steinar Haraldsson, hann er að koma hérna inn á hjá ÍR-ingum. Já, besta færi fyrri hálfleiks, það fekk Guðmundur Karl Guðmundsson. Dauðafæri, náði ekki að hitta markið, náði ekki að stýra boltanum í netið. Af afar stuttu færi var hérna í marktegnum. Svo reyndar var Þóri Guðjónsson við það að sleppa í gegn þarna í eitt skipti. Hann var flaggaður rángstæður og rángstöðu sérfræðingur Sport TV Guðmundur Karl sem var hérna að fylgjast með þessu. Hann sagði að sá dómur hefði verið bull. En nú er seinni hálfleikur farinn af stað og nú bara vonumst við eftir fjöri. Elvar Geir Magnússon heiti ég og held áfram að lýsa þessum leik. Þeir byrja bara hérna með pressu, Fjölnismenn. Gunnar Már búinn að messa vandalega hressilega yfir sínum mönnum. Hér er hörku sókn í gangi Viktor Smári Segata. Þarna mætir Guðmundur Karl Guðmundsson. Hann var einmitt að fá hrós frá Bergsveini Ólafsinni, miðverði Fjölnismanna sem er vanari því að spila þessa stöðu. En hann var að hrósa Guðmundi Karli fyrir bara hlutverk sitt í þessum leik og hvernig hann hefur náð að leysa af. Búinn að standa sig vel í hjarta varnarinnar. Eins og Bergsveinn sagði, þá getur hann allt. Það er ekki annað að segja. Já, ÍR-ingar í sókninni. Hann er Guðmundur Karl að sjálfsögðu, búinn að staðsetja sig hárrétt þarna inn í tegnum. Bæir hættunni frá. En áfram heldur þetta er Jóhann Arnar, sýndu oft lipur tildrif í fyrri hálfleiknum. Skemmtilegu leikmaður. Og hérna er Atli Guðjónsson með ennina athyglisverða sendinguna í þessu leik. Ekki svo fyrsta og ekki svo síðasta væntanlega. Hann er mikið fyrir að flengja boltanum og tók hann að góðan fallega bolta. Léttan æfingabolta fyrir Þórð Ingason, svo geta aðeins verið að leika sér. Hérna eru góð tildrif. Nei, þeir ná að bjarga þessu. Eggert Þór Steinþórsson þarna. En áfram halda ÍR-ingar. Reynir með þessa sendingu á Arnar Már Runólfsson. Og Arnar Már sá hérna smá skotfæri og lét vaða. En hættu lítið skot. Jóhann Óli. Aðeins meira tempo núna í þessum leiki upp að hérna seinni hálfleiks. Atli með innanfótasendingu bara með frá jörðinni. Það er búið að vera sjaldgæft í þessum leik í kvöld. Þarna var auðvelt fyrir Fjölnismenn að vinna boltan. Þórir. Þórir heldur boltanum vel.
kemur síðan sendingin. Viðar kemur boltanum hérna fram. Þetta skemmtilega gert hérna. Sendingin fyrir rataði ekki. Við sjáum það Aron Sigurðarsson, hann farinn af velli. Fekk hérna hressilega tæklingu í fyrri hálfleiknum en gat nú klárað hálfleikinn. Það greinilega verið að spara hann aðeins. Hann hvíldur. Munar náttúrulega minna fyrir Fjölnismenn. Ótrúlega ógnandi leikmaður. En þá var Brannar að stíga upp sína betri leik. Guðmundur Karl. Jóhann Óli. Og svo kemur þessi sending og þetta rangstæða? Nei. Þórir Guðjónsson í dauðafæri og Þórir skorar. Ég skal segja ykkur það. Þórir Guðjónsson hefur komið Fjölnismönnum yfir. Þarna brást rangstöðugildran hjá ÍR-ingum og Þórir Guðjónsson, rauða eldingin, kemur Fjölni yfir eftir rúmlega 4 mínútna leik í fyrri hálfleik. Sýndist að vera örugglega Ragnar Leósson sem átti þarna þessa sendingu, baneitruðu sendingu. Það voru þarna 2 Fjölnismennir, annar þeirra var rangstæður en það var Þórir ekki. Fékk boltan og hann lét ekki bjóða sér þetta, færi tvisvar, kláraði þetta og fyrsta markið í leiknum komið. Það eru seinni hálfleikarnir í Reykjavíkurmótinu sem borgar sig að horfa á. Þá gerast hlutirnir. ÍR-ingar tapað fyrstu 2 leikjum sínum á þessu móti og eru lentur undir núna. Þeir vilja væntanlega fara að rífa sig eitthvað upp. Vel gert hérna hjá Jóhanni og svo bara hann stöðvaði hérna og það bara gult spjald. Ánægður með Gunnar Sverri. Þetta er bara gult spjald. Óttalega pirrandi. Viðar Ari Jónsson hann togaði í Jóhann Arnar Sigurþórsson eftir hann hafi farið fram með honum. Jóhann Arnar búinn að vera sprækastur ÍR-inga í þessum leik. Hér kemur aukaspyrnan. Þetta er skallað frá. Þórir. Kemur langur hérna upp og þetta er Eggert Þór Steinþórsson í baráttunni. Þórir hirði sem knöttinn. Rennur honum hérna áfram. Og þetta skot í ÍR-ing. En Magnús Þór vel vakandi og kemur í veg fyrir að þessi bolti fer aftur í hornspyrnu. Bolti, Guðmundur Karl skallar þennan. Virkilega vel gert hérna. En Guðmundur Karl búinn að vera reynd magnaður í þessum leik. Hann heldur þessu áfram og geta fengið nafnbótina maður leiksins hérna á Sport TV. Það er náttúrulega eitt mesti heiður sem íþróttamaður getur fengið. Hérna er það Viktor Smári Segata með þessa tilraun. Ákvað að reyna að rífa netið. Komst nær því að rífa netið þarna bak við markið. Guðmundur Karl. Þórir Guðjónsson með inn á markið í leiknum til þessa.
Hér kemur langur bolti fram. Og Þórir hérna erfiður viðureignar. Sjáuðu rauðu eldninguna, hann er að halda boltanum hérna. Var dottinn. Kjánalegt á íringum. Það bara gefa nú færi á því. Þeir eru í mestu vandræði með hann hérna. Og hann er fyrir gjöfinni. Og vinnur á endanum hotspinnu. Vel gert hjá Þóri Guðjónssoni. En frekar slakkur varnarleikur. Míðan Ari Jónsson mætir á vettvang. Tekur hotnið. Hotnið slagt. Reyna að sækja hratt hérna en ekki nægilega nákvæmt kast út hjá Magnúsi. Munaði þarna litlu að Atli Már Þorbergsson myndi ná til boltans. Miðvörður Fjölnismanna. Atli Þór Jóhannsson. Hérna sjáum við Jóhann. Þessi sending ratar ekki rétta leið. Ragnar Leósson lagði upp marki fyrir Þóri áðan. Þóri kemur boltanum hérna áfram og svo kemur hérna á þeysisbretti Árni Kristni Gunnarsson og hann með flottan bolta fyrir og hér er stórhætta en á ekki að taka niður hann í tegnum. Þeir eru líklegri til að bæta við Fjölnismennirnir heldur en íringarnir að jafna. En hér kemur Haraldur Árni og hérna er allt saman opið. Jóhann Arnar sem er búinn að vera skemmtilegur í þessum leik og hann fer fram hjá varnarmanni, fer fram hjá öðrum og þarna vilja íringar fá vítaspyrnu. Það hefði verið ansi strangt að flauta. Það hefði verið frekar ódýrt víti en vel gert þarna Jóhann Arnar. Hann er að skapa mikinn usla. Búinn að vera mjög hrifinn af honum í þessum leik. Þetta er 1994 þessi strákur en hann er nýgenginn upp úr öðrum flokki. Hér er búið að flauta og keyrt þarna í Þóri Guðjónsson þannig að Fjölnismenn eiga aukaspyrnu. Þóri reynir að koma þessum bolta væntanlega inn í teiginn. Stopp, stopp, segir Gunnar Sverrir dómari. Menn eitthvað aðeins að einhverjum mýtingum hana rétt við teiginn. Ekki vera þessu. Þórir kemur boltanum hérna inn í teig. Hér er barátta, íringar hreinsa. Reynir Haraldsson heitir boltan illa. Já, og þessi festist hérna upp á grind við vegginn. Þessi bolti. Þannig að það þarf að fá annan bolta. Já, það er komið nýr bolti. Árni Kristinn kastar þessum inn. Og svo er þrusubombað fram völlinn. Og já, Guðmundur Karl hitti þennan illa. Þórður Ingason. Hann lætur þennan bolta bara fara. Íringar hér innkast. Þessi bolti inn á teiginn og enda með skalla. Hann er laflaus þessi. Sjáu hérna Jóhann. Hann er að gera þetta vel. Pressa vel og langhættulegasti leikmaður íringa.
Og þetta er fín sending hérna. Nú er allt galopið. Viðar Ari. Fær hérna hjálpina. Atli skallar þetta frá. Kemur Jóhann, búið að brjóta honum. Þannig að ÍR-ingar eiga hérna aukaspyrnu. Annars er það að frétta boltanum sem festist upp á grindinni og starfsmaður hússins er búinn að ná að losa hann. Einhver hafði áhyggjur af því. Þannig að það er ekkert verið að glata neinum boltum hér. Þeir kosta sitt. Viðar. Fær boltan hérna á miðjunni. Leitar að möguleikum. Skiptir sér hann yfir til hægri. Árni Kristinn. Ragnar við på boltanum áfram. Fær hann hérna. Aftur nei, þetta gengur ekki upp. Þá var það Jakub Varsika. Reyndi þarna stungu. Stöðva þetta og þetta er aukaspyrna. Haraldur Árni Róðmarsson lætur aðeins finna fyrir sér. Dæmdur brotlegur. Dró þarna Atlamár Þorbergsson niður. Árni Kristinn. Nú er verið að kalla á Tinna Kára Jóhannesson sem er varamaður ÍR-inga. Hann er að fara að keppa hérna. Fær að koma inn á vandalega inn á skams. Fastur bolti hérna fyrir Stilrun. Innkast sem Fjölnismenn eiga. Jóhann Óli tekur það. Glæsilega gert hérna. Jóhann Arnar lætur finna fyrir sér, vinnur boltan. Kemur sig hann og það er brotið á honum. Já. Gult spjald. Marino Þór Jakobsson. Enn og aftur Jóhann Arnar Sigurþórsson að valda usla. Jóhann Arnar spilaði 17 leiki með ÍR-ingum í annarri deildinni síðasta tímabil. 14 leiki í fyrstu deildinni tímabilið þar á undan. Þórður fljótur að koma boltanum í leik og þetta er glæsilega gert hjá Viðari. Þannig að aðeins að komast fyrir hægja á þessu ÍR-ingarnir. Árni Kristinn. Ragnar Leósson á Átna. Átni á Marino. Já, hérna var þess að gleyma sér Atli Már hérna. Gleymdi að horfa á boltan. Og þetta er slæmsending hérna á Guðmundi Karli en hann hefur heppnina með sér. Tekur enga á eftir seinna skiptið og kemur bara með eitt langan fram. Hérna er Viðar. Árni Kristinn. Þarna mætti Jakub Varsika. Það er tvöfald skipting hjá ÍR-ingum.
Hérna að koma til leiks Tinni Kári Jóhannesson og Rison Gurung frá Nepal. Guðmundur Gunnar Sveinsson fer af velli og einnig fyrirliðinn Atli Guðjónsson. Það einnig skipting hjá Fjölnismönnum. Þar Magnús Pétur Bjarnason kom inn á fyrir Jóhann Óla Þorbjörnsson. Hérna Rison Gurung. Haraldur Árni kemur boltanum hér til vinstri. Reynir Haraldsson tekinn við fyrirliðabandinu, vinstri bakkur Ríeringa. Hann hann í vandræðum. Viðar Ari gerir þetta vel. Það var fínt kvöld, Viðar Ari. Gurung. Viktor er að rista Viðar af sér og hann enn með boltan. Glæsilega gert hjá honum. Þá kemur Jakub. Hann með sendinguna fyrir, hún döpur, kraftlítil. Og þá kemur boltinn fram á Þóri. Þórir í baráttunni, ja, munaði þarna litlu. En Reynir Magnússon þarna hefnir með sér. Þetta Gurung með sendingu. Ætlaði Haraldi Árna. En Fjölnismenn á að koma þessu í hornspyrnu. Atli Már Þorbergsson sem að gerði það. Kom boltanum þarna í horn. Forysta Fjölnis aðeins 1 mark. Miður möguleiki. ÍR-inga með horn. Kemur boltinn fyrir og þarna misreiknaði Þórður boltann þarna fjarstöngina, lítil hætta á ferðum svo sem. Reynir Haraldsson, fyrirliðinn, það tekið við fyrirliðabandinu hjá ÍR-ingum með þetta innkast. Hér kemur síðan langur bolti, Haraldur Árni þarna sterkur. Nei, ekkert verður úr þessu. Þetta það ekkert. Nei, þeir vinna boltan aftur, ÍR-ingar. Vel gert til þeim. Getur ýmislegt gerst í þessum leik. Þetta Jóhann. Og þeir bjarga þessu í innkast. ÍR-ingar. Seinni hálfleikur hálfnaður. 1/4 eftir að þessum leik. Fjölnismenn koma boltanum hérna fram.
Glæsilega gert. Fjölnismenn að gera þetta vel. Árni Kristinn hérna, fínt plás, kemur boltanum fyrir. Náðu þeir að slaufa þessu með skoti. Þessi bolti bara í ring og það er hornspyrna sem að Viðar Ari mun taka. Hér kemur bolti fyrir. Hann er gripinn. Auðveldur viðuregnar fyrir Magnús og hann grítir honum hérna fram. Þar er Viktor Smári Segata og Ýringar reyna að færa sig hérna framar á völlin til að reyna að gera eitthvað úr þessu. Haraldur Árni kemur knettinum hérna. Þá er það Jakob og hann með sendinguna fyrir og þeir ná hérna skoti. Það var hérna Reynir. Nei, það var hérna Haraldur sem átti þetta skot. Hann er rétt náð að teygja sig í boltan, reynda stýrunum á ramman. Það gekk ekki. Kristján Óli Sigurðsson segir hérna á Twitter: það lítur að vera kominn tími til að skipta gras í Egilshöllinni. Ég held að það sé alveg hárrétt. Það er kominn tími til að fá nýjustu gerða kerrugrasi hérna og reyndar er nú alveg komið tími til að Reykjavík fari líka eignast aðra knattspyrnuhöll. Það er hver einasta mínúta og hver einasta sekúnda nánast sem er laus í Egilshöllinni nýtt til hins ítrasta. Fyrir öll Reykjavíkurfélögin og löngu komið tími til að Reykjavík hljóti aðra knattspyrnuhöll. Það er alveg klárt mál. Ýringar tapa hérna boltanum. Hér kemur sending fram. Þetta er Reynir Magnússon, tekur hann bara vel og vandlega niður. Gúrung vill hann fá boltan en Reynir ætlar ekki að láta hann fá hann. Ekki þetta sinn allavega. Og þetta er það Viktor. Viktor gefur sér góðan tími í þetta og finnur hérna Gúrung. En vantar svona líkamlega styrk á þennan strák. Rísson Gúrung. Þetta er Kristinn hérna dæmdur brotlegur. Miðvörðurinn Reynir Magnússon. Hann tekur þessa aukaspyrnu. Boltinn hérna inn á teiginn. Þeir ná ekki skallanum. Þessi fór af Fjölnismanni og það er hornspyrna. Jóhann Arnar mættur til að taka þessa spyrnu. Aðeins að ná að færa sig upp á skaftið Ýringar. Boltinn hér fyrir. Og aftur á fjárstöngun og hérna fyrir reyna bakfallspyrnu. Hitt ekki knöttinn og þá er það skyndisókn hjá Fjölni. Hvernig nýta er þetta? Ná að loka hérna á Viðar sem að síðan slæra aðeins frá sér og Ýringar fá aukaspyrnu. Fjölnir að gera hérna skiptingu. Gunnar Már Guðmundsson. Það er 19 út og 20 inn. Marino Þór Jakobsson er á gulu spjaldi. Hann kviður þetta og það er Sveinn Atli Árnason sem kemur inn á í hans stað.
Magnús Pétur Bjarnason þarna í eltingaleik og Magnús Þór Magnússon markvörður setur þennan bolta bara upp í þak og það þýðir innkast sem að Fjölnismenn eiga. Gúrung, Jakub, hár bolti, erfitt að gera eitthvað úr þessu. Eggert Þór Steinþórsson, þetta misjöfnur sending varamannum sem var að koma inn hérna rétt áðan, Sveina Atla Árnasyni. Árni Kristinn, Þórir Guðjónsson með eina markið í þessum leik. Það kom snemma í seinni hálfleik. Hér kemur sendingu, hér Þórir í baráttunni. Gúrung setur þennan bolta bara í hornspyrnu. Þórir Guðjónsson lék eitt tímabil með Leikni, Hyrnu Breiðholtsliðinu, erkifjendunum. Það má segja fyrrum leikmaður Leiknis hafi skorað marki gegn ÍR. Að gera að koma því að. Hornspyrna búin að vera ansi misjafnar í þessu leik í kvöld. Leósson brýtur hérna af sér. Írringar eiga hérna innkast. Jakub hérna í strangri gæslu og Reynir sparkar hérna bara í Jakub. Fjölnismenn vinna boltan. Árni Kristinn. Misreiknu sendingu honum. Finna hérna Jóhann. Hérna Viktor í baráttunni tapar boltanum. Hér fastur fram. Atli kemur boltanum á Árna. Þarna kom hann í svakalega tæklingu Jakub, en hann núna með boltan. Allur á yði, Haraldur Árni. Og Haraldur hérna við vítategs endan finnur Jakub og Jakub reynir að lauma hann með hann á tegin, það tekst. Og þannig Viktor í baráttunni. Hann ekki að hnoða sig áfram. Hefur nú getað náð skota á einhverju tímabúti þarna Írringarnir. En vildu reyna að spila sig inn í markið. Jakub. Vel gert hérna á Viðari. Hirðir þennan bolta. Já, loksins losar hann boltan. Þórður Ingarsson. Guðmundur Karl. Og hér kemur Vippa og þarna rangstöðu gildir hann að klikka hjá ÍR-ingum. Reyndi þarna á skoti á markið, Magnús Pétur Bjarnason. Það tókst ekki, boltinn af ÍR-ingi. Menn orðnir svolítið laskaðir inn á vellinum. Og einn ÍR-ingur sem liggur bara í grasinu. Svo sem að það líka Jóhann Arnar, hann svona haldrandi. Með þreytta fætur.
taka mér bara hérna stutta vatnspásu. Jói kallaður varnarhlutverk hérna inn í teiknum þegar Fjölnismenn á hornspyrnu og þeir náðu skalla. Guðmundur Karl, skallinn dapur. Það vantaði nokkra sentimetra þarna. Það var Þóri sem að skalla hann, segi það var einhver annar rauðarur. Jóhann Arnar, hann er eins og ég sagði, tankurinn er tómur í honum. Því miður fyrir Írringa, því hann var afskaplega sprækur í þessum leik. Sprækastur Breiðheltinga hingað til. Alexander Kostic, hann kemur inn á, hann er búinn að vera að glíma við meiðsli. Var fyrirliði Írringa í fyrra. Sonur Luka Kostic. Held að allir hafi nú náðu að reikna það út. Fyrir unglinga landsliðsmaður. Sjáum hérna Írringa, hérna er Haraldur Árni, hann leitar eftir skotfæri og hann tekur skotið og frábært skot og ekki verri markvarsla hjá Þórði Ingasyni, stórglæsileg markvarsla hjá Þórði. Þarna erum við að tala saman, frábært tilraun hjá Haraldi Árna og þarna hefðu Írringar vel geta jafnað metin. Og þeir fá hérna hornspyrnu. Þeir hafa átt fína sóknir, ekki ágætisfæri, ekki bolti fyrir og Þórður sem átti þessa frábæru markvarslu náðan rétt náða að verja hann í horn. Kastar hérna boltanum fram. Sendi ekki fyrir, en hún dempaðist að varnarmann ÍR. Báðu markverðirnir fljótar að koma boltanum í leik og það er ánægjulegt. Hérna brotið á Akas Gurung. Þeir eru þarna báðir komnir inn á í liði ÍR. Gurungarnir tveir. Hallgrímur Andri Jóhannsson kemur hér inn á fyrir Fjölnismenn. Árni Kristinn Gunnarsson á velli og einnig kemur Kristján Svanur Eymundsson og Ragnar Leósson yfirgefur völlinn. Tvöföld skipting hjá Fjölnismönnum þegar 8 mínútur eru til leiksloka. Hérna er það Reynir með langan bolta. Skalla þetta frá en þeir ná hérna skotinu Írringarnir. Getur ýmislegt gerst í þessum leik. Og fá 2 spennandi leiki hérna. Leikur Írringa verið svona nokkuð kaflaskiptur en það er ákveðið meðbyr með þeim núna þegar að ná fínum sóknum. En Fjölnismenn eru náttúrulega ansi duglegir í því að refsa og Þórir á hérna sendingu á Viðar en þarna á síðustu stundu næðir Steinar Haraldsson að koma í veg fyrir knöttinn og Gurung síðan skiptir þarna yfir á hinn Gurunginn.
Hann kiksaði boltan og brýtur síðan af sér. Fjölnismenn eiga aukaspyrnu. Atli Már með langan bolta. Þórir. Og Þórir með skotið. Já, að gera skjóta. Magnús Þór varði þennan. Sjáum hérna Magnús aðeins í vandræðum. Hérna það Alexander Kostic, skiptir yfir á Reyni. Reynir kemur boltanum síðan fram. Smá peysut á hana. Viktor Smári Segata. Gott spil hérna milli hans og Alexander Kostic. Fjölnismenn koma síðan upp. Gulir og glaðir. Viðar heldur bolta gríðarlega vel. Viðar. Og svo kemur skiptingin hérna yfir til vinstri. Hann var rangstæður Magnús Pétur. Var hann að vera innan. Birgir Sigurðarsson, aðstoðardómari. FIFA aðstoðardómari, meira að segja. Þannig það fær á flagginu. Það var þann titil. Það er ekki verra. Langur bolti hérna fram á Segata. Segata með fyrirgjöfuna erfiðu bolti. Þannig var Jakub í baráttinu. Ó, hér er harkan. Menn að hlaupa hvað annan og svona. Gunnar Sverrir bara stoppar þetta. Veitir smá tiltal. Já. Íringar eiga aukaspyrnu. Allt með kyrrum kjörum. 4 mínútur eftir af þessum leik. Fjölnis og ÍR. Markalaust í fyrri hálfleik. Guðmundur Karl Guðmundsson fekk þar besta færið. Var í markteignum en náði ekki að hitta boltan. Snemma í seinni hálfleik. Þá kom síðan markið sem að Þórir Guðjónsson skoraði. Rangstöðu gildra ÍR-inga brást. Það var Ragnar Leósson sem átti frábæra sendingu fyrir og Þórir komst einn á móti Magnúsi. Kláraði vel. Rauða eldingin. Og næst hafa ÍR-ingar komist því að jafna metin þegar Haraldur Árni Hróðmarsson átti bylmingskot eins og Bjarni Fel myndi segja. En Þórður Nokkur Ingarsson sýndi glæsileg tilþrif, átti markvörslu kvöldsins. Varði boltan í hornspyrnu. Hérna er það Fjölnismenn sem eiga boltan. Gunnar Sverrir gerir það alveg ljóst. Þannig sé það bara. Viktor Smári Segata kemur boltanum áfram, gera þetta vel, ÍR-ingar átt margar fína sóknir hérna í seinni hálfleik og hér kemur frábær sending og sjáuði þetta, Reynir Haraldsson er að jafna hérna metin þegar 2 mínútur eru til leiksloka. Hann fekk fyrirliða bandið áðan, þessi strákur, og þetta var bara flott sókn á ÍR-ingum
og hann rendi sér þarna og náði að koma boltanum í netið og ég ætla bara að segja það hér og nú, þetta er bara verðskuldað. Þeir eru þetta skilið, ÍR-ingar. Fjölnir 1, ÍR 1. Fáum við sigurmark í þessum leik. Það kemur ekkert óvart. Sjáum hvað gerist hérna rétt í lokin. Hérna er Fjölnismenn að sækja. Reynir Haraldsson tók við fyrirliðabandinu áðan og stígur bara upp eins og sannu fyrirliði. Jafnar hérna metin. Og þá voru þeir að reyna að setja eitthvað meiri kraft í þetta núna, Fjölnismenn. Og Reynir að koma boltanum hana. Reynir. Já, skemmtilegt. Reynir að koma boltanum fram völlin. En boltin hérna bara í höfuð á Eggerti. Markur Reynir hérna með sendinguna fram. Hérna vilja þeir fá hendi á Jakub Eggertæ. Haraldur Árni á 90. mínútu leiksins. Og hann með sendinguna fyrir og hér er mikil hætta á ferðum og svo kemur skot frá Gúrung en þeir komast þarna fyrir boltan. Það hefði verið svakalegt við ÍR-ingarna að komast yfir hérna. Og þá koma þeir í skyndisókn. Fjölnismenn er glæsilega gert hjá Reyni. Hann er ekki svona eldi þessa stundina. Svo kemur Haraldur Árni með sendingunni í tegin. Hlutin að gerast hratt hérna og hér kemur Gúrung. Hann nær hann fyrirgjöfunni hérna. Vinnur hornspyrnu. Vel gert. Fjölnir 1, ÍR 1. Þórir Guðjónsson kom Fjölni yfir. Reynir Haraldsson jafnaði metin. Uppalinn ÍR-ingur Reynir. Hér kemur bolti fyrir. Og þetta var skalli. Hann náði ekki að hitta markið. Reynir er fæddur 1995 þannig að hann er ennþá á annarflokksaldri, þessi strákur. Við erum hér í uppbóta tíma, það er ekki mikið eftir. En það er kannski smá tími til að ná einu marki. Alexander Kostic hérna með sendingu og hér er allt opið. Viktor Segata, hann nær hérna skotinu. En hann var í slæmu jafnvægi. Hitt ekki á ramman. Magnús Þór. Þessi bolta er hreinsað hérna í burtu. Og hérna fá ÍR-ingar hornspyrnu og þetta getur bara verið allra síðasta tækifærið í þessum leik. ÍR-ingar getur náð fram flautumarki. Ég ætla bara að segja ykkur það. Eru þið hressandi endir á kvöldinu. Fá smá alvöru dramatík hérna. Það er samt ekki að lofa því að detti í hödd á Magg ef það gerist. Hér kemur boltinn fyrir markið. Og þetta er frekar döpur spyrna en þeir fá annað tækifæri ÍR-ingarnir. Kemur boltinn fyrir. Þeir skalla þetta frá. Og Fjölnismenn í skyndisókn. Eggert með þessa sendingu og hérna kemur Þórir á harða spanni og hann reynir skotið og þessi bolti naumlega framhjá. Já, það voru þarna menn með honum sem að vildu fá boltan en þetta var alls ekkert galin tilraun hjá Þóri og Gunnar Sverrir lítur á klukku sinna og það er eitthvað sem segir mér það að hann muni nú bara flauta þetta af núna. Það er eitthvað smá öskur og læti í gangi hérna á hliðalínunni, ekki veit ég alveg hvað var í gangi þar.
Gunnari Sverri dómara finnst þetta greinilega það skemmtilegt að hann nennir ekki að flauta strax til leiksloka. Hérna er Gúrung og Viktor Smári Segata umkringdur Fjölnismönnum. Nú þurfa menn að gera hlutina hratt og nú flauta Gunnar Sverrir síðan leikinn af. Jafntefli í þessum leik hér á Sport TV í kvöld. ÍR-ingar ná í sitt fyrsta stig á mótinu. Fjölnismenn sem unnu KR-inga í fyrstu umferð gera hérna jafntefli á móti ÍR-ingum. Þórir Guðjónsson kom Fjölni yfir en Reynir Haraldsson jafnaði seint í leiknum. Þannig endaði það. Þannig fórum sjóferð þá. Næstu leikir Reykjavík-mótinu verða á sunnudaginn. Þeir verða ekki sýndir hérna hjá okkur á Sport TV en verða í textalýsingu á fótbolta.net, en það er nóg af íþróttum samt sem áður framöndan á sporttv.is. Endilega kynnið ykkur það. Ég þakka fyrir í kvöld, verið þið sæl.